þátt í mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þetta dýrðarinnar mánudagskvöld 23. september núna og handboltinn, hann hófst helgina og það ólísdeild kvenna sem núna aðeins á dagskránni hjá okkur og það komur línuna hérna þjálfari IBVF, Svavar Vignisson, komdu sæll og blessaður höfðingi. Já, blessaður. Hvernig ertu? Bara mjög góður að kæði fyrir, en þú? Herðu, ég bara mjög flottur á því. Því ég get alveg nema hvað rignir því að maður vill klára seinni sláttinn hérna upp í repp. Já, nákvæmlega. En það náttúrulega bara búið sól og blíða í Eyjum, er það ekki í sumar? Jú, bara sól allar daga, bara vera á ströndinni og þetta yndislegt. Já, þú bara búin að geta verið í gólfi í allt sumar og haft það gott. Já, bara, við erum svo sunnarlega sko að við erum bara hérna alveg við Kanaríeyjar. Já, nákvæmlega. Herri, nú handboltinn komin á stað og hérna, og nú heitir þetta olísdeildin og hvernig hefur svona þetta lagst í því núna? Það 12 liða deild hjá ykkur í sumar? Nei, í vetur? Já, þetta leggst bara vel í okkur hérna og það er skemmtilegt að hérna við erum komin með 12 liða deild. Fleiri leikir og hérna, það er það sem við viljum. Já, og þarna eru tvö nýlið, veistu eitthvað þessi lið? Nei, ég hef ekkert sér til þeirra. Nei. En hérna, eflaust verður þetta erfitt hjá þeim, en hérna, ég hef ekkert sér til þeirra og rosalega erfitt með að dæma þau. Já, en það er allan að þannig að það verður allan að nóga leikjum í þessa leiktíðina. Já, nóga leikjum og þetta er það sem við viljum og hérna, þetta er ástæðan með að vera í þessu. Já. En hvaða lið svona fyrir leiktíðina myndirðu halda sér svona sterkust núna fyrir þetta tímabil? Og Valur og Fram verða náttúrulega áfram að ná toppnum og Stjarnan er líklega það lið sem er best mannað í dag. En og það er kannski gríðalegu styrkur fyrir Stjörnuna að hafa fengið Flórentínu í markið. Já. Það var svona síðasta púsluspili hjá þeim og ég segi það eru með feikilega öflugt lið en ég sé að Valur og Fram eiga einnig eftir að vera þarna ofalega. Ég er hræddur að þetta skipti svona í þrennt. Þetta verða þau 3 lið sem að svona vera af í vetur. Og svo veit maður ekki hvað lið gera eins og Grótta og HK. Ég hef ekki sér til þeirra en hérna hefur verið svona svolítið ánægður með að sjá svona hvernig þau hafa svona sinnt sínu yngreflokkastarfi og hérna og gert það mjög vel. Já. Og svo er það náttúrulega hérna, Fylkir, Selfoss og Þór, Afturelding og skemmt. Já, ég segi sko, ég hef mjög lítið sér til þess að liða núna. Ég var rosalega hrifinn af Haukaliðinu í fyrra. Þetta er rosalega flottar unga stelpur þar. Og hérna, FH-liðið er svolítið spurningaverkið. Það stóðu sig mjög vel á móti Fram í fyrstu umferð og greinilegt að þeir hérna félagar mínir Gummi og Maggi að gera góða hluti með FH-liðið. Já. En ég segi að kannski lítil reynsla komin á það og ég þekki liðin ekki alveg nógu mikið til að geta kannski sagt mikið til umhverf. Nei. En svo er það hérna aðeins að ykkur. Þið eru náttúrulega, þið mistu náttúrulega ykkar aðalmarkmann frá því fyrra? Já, við mistum alla erlendu leikmenn það. Já. Og því miður þá mistum við línumann okkar frá því fyrra fyrir úrslitakeppni í fyrra og það hefði náttúrulega mjög mikil áhrif á liðið, en hérna svo fóru hérna til árin til lokin og við erum með tiltölulega nýtt lið. Það er mikið að missa fjóra á byrjunarliðinu, en við svona hefum verið að reyna að manna þetta og við fengum Dröfn í markið sem nú fættu upp allir hérna í Vestmannaeyjum og svo fengum við 2 portugalskar stelpur, einn línumann og eina skiptu og svona erum að reyna að brúa þetta bil. En svo ertu með þarna náttúrulega, ég er að spá með reynsluboltana gömlu, koma þær þarna eitthvað inn á þessa leiktíð? Guðbjörg ætlaði að vera áfram. Já. Og það er náttúrulega ofboðslega sterkt fyrir okkur að halda henni. Steina kemur aftur inn í þetta eftir barnsburð
Já. Og svo veit ég ekki hvort ég kalla hana gamla en Ester er komin í feikna form og munar það. Hún kom inn áramótin í fyrra eftir að hafa átt barn og svona smátt og smátt bætt hún alltaf við sinn leik og er komin í 100% stand. Já. Þannig að ég held að við ættum að geta alveg svona gert flestum liðum grikk sko og kannski rúmlega það. Já. Við erum með fylgir og En svona, nú þið náttúrulega með akademi þarna í Eyjum, hvernig gengur hún? Hún gengur mjög vel og alveg óbóðslegur áhugi fyrir henni. Við erum bæði með grunnskóla og framhaldsskólaakademíu. Hún krakkar í 9. og 10. bekk. Mæta á æfingar klukkan 6:30 á morgnana og svo með skiptaræfingu seinnipartinn og þannig að það er alveg óbóðslegur áhugi fyrir handboltanum í Eyjum. Aron Kristjáns kom og var með handboltaskóla núna daginn og ég held að það hefði verið bara einhver 100 börn sem komu og tóku þátt í þessu. Já. Þannig að það er alveg óbóðslegur áhugi já, bara fyrir íþróttu almennt og kannski ekki síst handboltanum. En hvernig fannst þér þessi fyrsta umferð fór fram núna helgina og já, var einhver úrslit sem komur á óvart? Nei, því segi að það komið svolítið óvart að F-fangunni hefði svona náð bara virkilega góðum leikum á því fram, að þessu held að framliðið væri ætti auðvölda leik fyrir höndum og svo bara svona sýnir mér þetta hafa verið bara nokkuð jafnt. Ég sé að þið hafið unnið þannig að K.A. Þór og með einu marki og Fylkir rétt og afturöldingu með 2 og Gróttöfin og Hákon með 2, þannig að þetta hefur allt verið bara þræljafnir og flotti leikir. Þú gast eiginlega varla beðið skemmtilegri leiki svona í fyrstu umferð? Hvað gerum? Þú gast varla beðið eftir skemmtilegri leikjum í fyrstu umferð? Nei, nákvæmlega og segir þetta gefur góð fyrirheit á það sem koma skal. En aðeins að aftur að Eyjum, nú þið náttúrulega með þessa akademi að fullu gangi. Er mikið að efnilegum handboltastelpum sem eru jafnvel að fara að koma þarna í vetur sem voru ekki í fyrra? Sko, við erum ekki eftir að sjá mikið af það eru svona 2 sem eru svona virkilega bankardillar hjá okkur og við vorum eina 16 ára í byrjunarliðinu móti Val. Díunu Magnúsdóttir sem alveg bráðefnileg örvend stelpa. Og svo hún Arna Fyrir, hún einnig 16 ára og mjög öflug og flott stelpa. En þetta kannski þetta svona 2 sem að svona eiga eftir að banka verulega dyrnar hjá okkur í vetur. Já. Og svo má maður kannski ekki gleyma því að við heldur vetur styrktum okkur í þjálfaramálum í Eyjum. Bæði kemur Gulli og við verðum saman með meisturum og kvenna, ég og Gulli sem var með F-liði í fyrra. Og svo kemur náttúrulega Gunnar Magnússon og verður með Arnari. Já. Svo fengum við frábæran strák frá ykkur. Já, einmitt. Hann steppar og gríðarlegu hvalreki fyrir okkur að stela honum frá ykkur sko. Hann að gera virkilega góða hluti og hefur gert það undanfarið ár. Þannig að þetta lítur mjög vel út. Lítur mjög vel út hjá okkur svona þjálfunarlega sér. Já. En svo Vignisson, ég þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ekki vandamáli. Og gangi ykkur vel á þessari leiktíð. Það bara næsti leikur á laugardaginn, er það ekki gegn Fram? Næsti leikur heimaleikur á móti Fram og vonandi fyllu við húsið. Strákarnir taka móti Haukum. Já. Sama dag og það fótboltaleikur einnig á laugardaginn og yngreflokkarnir, þannig að það verður nóg að gera helgina. Nákvæmlega. Svavar Vignisson, þakka kærlega fyrir og áfram í BVF. Þakka fyrir áfram í BVF. Já, það ekki langt hlustu góðir því að nú bara þáttur kvöldsins að ljúka og ég ætla að minna á það heil umferð næstkomandi laugardag í Ólisteildinni. Í BVF Fram hefst klukkan 12:30 í Vestmannaeyjum og í K.A. heimilinu og K.A. Þór afturelding og svo það
nú týndi ég þessu. Hérna þetta, K.A. Þór afturhelding í K.A. heimilinu, Vodafone höllinni er Valur Selfoss klukkan 12:30, svo í Digranesinu klukkan 2 er að HK Haukar og í Mýrinni klukkan 4 er að Stjarnan FH og Herts höllinni er að Grótta Fylkir. Þannig næsta umferðin í ólífsdeild kvenna og þetta er sko alvöru handbolti þarna á ferð og að gera að koma og styðja sín lið og mæta og fylgjast með. En að öðrum úrslitum, við fórum náttúrulega ekkert í ólífsdeild karla, ég gleymdi náttúrulega að spyrja hann út í það, en IBVF sigraði sína fyrsta leik í ólífsdeild karla og sigruðu þarna IR 30-22 í Austurbergi. Þannig að IBVF byrjar þarna með trompi og eru á toppnum eftir fyrstum ferð. En að öðrum úrslitum þá var það Valur Haukar 27-22 fyrir Val og HK og FH skildu jafn 22-22 og Akureyri sigraði Fram 25-18. Nú fyrst til karla hófst einmitt á föstudaginn og þá var það þannig að Afturelding sigraði Gróttu 25-19, Fylkir tapaði gegn Selfoss 25-34 í Fylkishöllinni og Fjölnir sigraði Víking 30-25. Svo á sunnudeginum þá var það Þróttur IH og leikurinn fór 23-29 fyrir IH. Næstu leikir eru á föstudaginn klukkan 7:30 í Hertshöllinni er það Grótta Fylkir og í Víkin er það Víkingur Afturelding og svo er það á föstudaginn í KR heimilinu KR Stjarnan klukkan 7:45, fyrsti leikur KR núna í mörg ár í handbolta meistaraflokki. Laugardaginn klukkan 4 í Strandgötunni er það IH Fjölnir og í KR heimilinu á sama tíma er það Hamrarnir Þróttur. Það held ég nú. En ég heiti Gestur frá Hæli, ég þakka fyrir mig, minnið á sjálfsögðu á landsleiki næstkomandi fimmtudag, Ísland-Sviss klukkan 6:30 og svo er náttúrulega loka umferðin í Pepsi-deild karla næstkomandi laugardag og þar munum við styðja sjálfsögðu IBVF. Allan þessi sunnlendingar, heyrumst eftir viku, hress og kátt.